Góðan daginn, góðir hamsar. Nú er ég að spá í að sýna ykkur smá Dust 2 Mid Util. Voru að tala flassið hérna í gær, að það reynir hafði flassast að því. Ég ætla bara að sýna ykkur hvernig það virkar hérna. Þetta er flassið og það gengur ekki að fara hérna svona fyrir hornið, þá fara maður svolítið á sig, sko. Svolítið mikið, því nær veggnum sem þú ert, því betra er það. Þú færð alltaf smá af því að þetta er algjört powerplay flass. Þú getur staðið yfir eða finnst bara gjörsamlega óþolandi að fá svona smá hvítt á skjáinn. Geturðu tekið þetta bara svona. Það kasta þess alltaf oft þarna, en þú veist, þetta er 1-2 flush, svo fer maður inn. En mennirnir sem standa hérna hinum megin, þeir fá nánast 30 sekúndna flass. Þannig að það sem að mótspyrna fær er alltaf mikið verra, sko. Þannig, en því lengra sem henni er frá, þú ert náttúrulega í skjóli héðan, þannig þetta er allavega til að koma þér hérna fyrir hornið. Með smóka og mitt fyrir CT, ef að menn ætla að fara hérna í gegn, þá er hérna þessi spýtudrumbur hérna, hornið á honum við hliðina á kúlunni, og beygja þig og þessi spýta sirka fyrir miðju á kúlunni og bara hoppar kratsandi. Það lendir svona ofan á kassanum og blúmar fyrir allt nema þessa litla hólu hérna sem maður geti staðið í og beðið eftir einhverjum svo sem maður verið að defenda. Svo er að Molly, það er bara standandi í sama horni og það er lítið strik hérna, ég veit ekki hvort þið sjáu það alveg 100% þegar þið eru að spila, og bara á strikið upp að línunni á kassanum og þú getur mollað hérna litlu hóluna sem að menn fela sig oft í til að vera perandi. Langar að sýna ykkur smá á B líka þegar við erum komnir inn. Ég ætla bara að láta ykkur vita hvað mér finnst. Ég er ógeðslega ánægður með þessi flush. Ég elska þessi flush. Ég hef aldrei verið jafn, hvað sem er, confident á ensku. Ég hef aldrei verið jafn confident að taka B í russi og með þessu flussi. Sjáum við á myndavélinni hvernig þetta poppar og ég spila það bara aftur. Ég geti staðið hérna þess vegna og ég flassast ekki. Sjáðu þið. Það kemur smá. Þetta er geggjað. Þannig að þú entryar með þessu flussi, bara ekkert mál, sérð alveg vel. Svo, þú veist, við erum að rusha þannig að við erum ekki búin að smóka neitt. Þú veist, við erum náttúrulega að vera að klíra hérna. Fyrst þú kemur inn verður að klíra hérna, bla bla bla, ef hann sér engan fyrir framan. Klírum sætið, bla bla blú blú. Það er hægt að smóka hurðina. Man ekki alveg þennan smóka, ég kann hann héðan. Ef þú stendur hér, horfið bara á, það horfa held ég á þetta og middle click jump þróa. Nei, það er ekki rétt. Það var örugglega svona, já, það var héðan. Middle click jump throw úr þessu horni hér. Fer hann þá ekki fyrir? Nei, reynum aftur. Bara venjulegt jump throw, ekkert middle click, ekkert laust, bara svona láta þetta endurkastast af veggnum. Það var svoleiðis. Þarna, hérna, svona miklu betra að hafa hann svona, af því að þetta býður þeim svo mikið inn. Ef hann er svona, skilur, þá gætir lurkað hérna fyrir horni, tekið 1v1. Ég kann ekkert á þetta. Getur lurkað hérna inn fyrir og tekið 1v1 við kassan til dæmis, eða hérna, ef enginn heyrir ekki inn á kassa, þá er hann ekki eins og að kíkja á hvað við gleymum að fara þangað, sko. Þannig, þessi smókur, það áður hægt að gera hann frá fleiri stöðum. Ég man bara ekki hvort það sé, hérna var einhver, sko, hvort það sé bara þá að miða hérna, já, ég hugsa að þetta sé bara að miða einmitt einhvern veginn hérna á hornið. Þetta er ekki bara svona.
Þessi er bara geggjaður held ég. Það er aðeins lengur að lenda aðeins. Það er kannski hægt að finna betra line-up. Kannski þetta. Fer ekki nógu nálægt hurðinni svona. Nú vill náttúrulega fá hann aðeins nær hurðinni en þetta sko. En já, never mind. Það er þetta að molla hér. Bara með að horfa held ég á... Hvert voruð maður? Miðjuklikk hérna. Sirka í miðjun á þessu. Ef þú veist að einhver er að koma inn, annars getur þú náttúrulega bara að nota venjulegt klikk og þá málar þú dýpra inn. En þú getur, þú veist, þetta er power staða sko, af því að þú ert í skjóli, getur verið í skjóli frá glugganum, tekið þennan fæt og í skjóli frá glugga, tekið sving hingað, skilur þú ert semi í skjóli þegar maður sé komin út, þú veist. Þetta er svona smá isolate staða, það eru margir sem standa hér á sæt. Góð staða líka ef maður ætlar algjörlega að taka hefinn út, þá er bara gott að vera hér og vera bara tregur andskoti upp fyrir kassan. Og hann í rauninni getur aldrei píkað inn, þú veist, ef hann stendur, ef hann er farin að, þú veist, hann getur verið hér og fæta, sko. En ef hann ætlar að fara að skoða eitthvað hérna, þá er ég búinn að spotta hann, sko. Leið og hann kemur inn fyrir. Já. Fleiri flush, ef við skildum vera búin að taka okkar tíma og stilla okkar aðeins upp hérna inni, þú veist, þá verður kannski einn komin hérna í gott hold upp á kassan, þannig að hann veri með, þú veist, gott reaction. Eða við getum verið með gott reaction við því ef hann skildi deyja, þegar þá þarf gæinn ennþá allavega að hlaupa upp til að taka næsta. Flussin eru þá bara, það er alltaf verið að læna sér hérna eitthvað upp, það þarf ekkert að gera það, það er bara að ferð með bakið fyrir hann staur og lítið blettur hérna, þá flossar ég svona inn. Og þetta er mjög gott af því að það blendar ekki að leiðinni út. Þú veist, þetta er bara ekki fyrir nú út komin, þú veist, þú verður að högga kassan kannski, þá tekur það samt smá út, en þetta á náttúrulega bara að poppa, þessi flessi að poppa bara, fyrst það er rauninni poppar áður en við sýnum okkur, svo við leiðum að poppar þá hlaupum við, næsta tekur í rauninni endrið hérna, svo flassast ekkert meira. Og reynir náttúrulega kann þessi hérna, þessi eru frábær, taka ég þessa hólu hérna eða þá þessa og leiðinu út, þessi eru góð. Já, ef við viljum taka bara algjört execute, þá er ég að vinna með þessa smóka hérna. Þessi doppa og þessi hérna. Það lendir svona skemmtilega. Glugginn með mjög litlu blúmi út á sæt. Þegar, já, vonandi þetta ekki of langt og leiðilegt. Thank you, subscribe.